komin hérna undir bílinn og eins og sjá má þá rafhlaðan hérna stærsti íhlutur háspennukerfisins. Rafhlaðan hér í þessu tilviki í álkassa, getur maður sagt. Og inn í þessum stóra álkassa síðan smærri einingar sem að byggja upp rafhlöðuna og í þessum litlu einingum síðan ennþá minni sellur sem munum síðan kíkja á nánar á eftir. Hér svo komið með raun einingar úr háspennu rafhlöðum, svokölluðu modules. Og þær sem sagt, eins og nefndi áður, samsettar úr mörgum litlum sellum sem byggja upp í rauninni þá þessa einingu sem aftur á móti byggir síðan aftur upp háspennu rafhlöðuna í heild sinni. Nú við getum bara prófað að mæla hérna á þessari og við sjáum hérna að þá þessi einstaka sella 3,9 volt tæplega og þá þessi eining, það að segja, sellunar svo raðtengdar og gefa okkur í heildina hérna 22 volt. Hér svo með aðra útgáfu og framleiðendur yfirleitt með mismunandi útgáfur af því hvernig þeir setja saman sína rafhlöður. Hérna raun útgáfa sem eins konar pokar sem settir saman, sellunar svokallaðir pokar og eins raun í sumum tilfellum sellunar mjög keimlíkar svona hefðbundnum rafhlöðum, nefnum bara aðeins stærra og þá raun rafhlaðan uppbyggð af mörg þúsund svona litlum sellum. Þannig að útgáfunar geta verið mjög mismunandi. Á síðan modjúlunum eða einingunum geta við síðan verið raun svona eftirlitsbúnaður raun sem að tengist á hverja sellu fyrir sig og mælir hitastig og voltatölu og þetta síðan samtengt og sendar upplýsingar til stýribóks í rafhlöðunni og segir til þá heilsu rafhlöðunar í heild sinni. Þannig að eins og þið sjáið hérna að þá í raun getum skipt rafhlöðunni í þrjá búta, það að segja grunneiningin sellan sem byggir síðan upp þessar einingar, stærri einingar, modules, sem aftur á móti byggir síðan aftur upp háspennu rafhlöðunni í heild sinni. Nú, eins og sjáum við í þessu tilviki, þá hún staðsett hérna neðst niðri á bílnum og í flestum tilvikum það þannig að rafhlaðan undir bílnum. Þetta hefur það í för með sér að þyngdarpunktur bílsins mun neðar heldur en hjá hefðbundnum bílum og þess vegna hafa þeir rafbílarnir oft á tíðum ágætis aksturseiginleika miðað við þyngd. Við sjáum hér þar sem að háspennu rafhlaðan tengir síðan restinni af háspennukerfinu. Einnig við með hérna kælinguna á háspennu rafhlöðunni. Í þessu tilviki við með vatnskælda háspennu rafhlöðu og einnig í raun rafhlaðan líka hituð upp. Það að segja, hérna fyrir ofan element sem að hita raun upp kæluvökvann í köldu loftslagi eða þegar kalt úti, sérstaklega ef það þarf að fara að hlaða og þá getur raun bílinn hitað upp rafhlöðuna þannig að til dæmis hún taki vel við hleðslu. Þannig að eins og þið sjáið hér að þá stór hluti af þessu kerfi þessi háspennu rafhlaða og eins og búin að nefna inn í henni eru sellunar og einnig inn í rafhlöðunni ýmis búnaður sem að sér það að fylgjast með hverri sellu, hitastigi og voltatölu og öðrum stýringum. Þess bara nefna að hérna fyrir aftan þetta tengi háspennu seguliðar sem raun tengja og aftengja rafhlöðuna við restina af kerfinu.
Við skulum ekki hafa meira um þetta og horfum á næsta íhlut. Hér sjáum við svo drifmótorinn, hann hérna neðst niðri og hann knýr bílinn áfram, keyrir á AC og hér tengist hann síðan við niðurgíruna. Þetta ekki gírkassi eins og við kannski þekkjum það, heldur þetta bara niðurgírun. Það sé að mótorinn beintengdur út í hjól. Þannig að þetta drifjúnitið og tiltölulega lítið. Í sumum tilvikum eru svona mótorar bæði framan og aftan og gera þá bílinn fjórhjóladrifnan. Og í einstökum tilfellum geta framleiðendur haft mótor við hvert hjól. Það er að segja 4 mótora sem gefur 100% stjórn á hverju hjóli fyrir sig. En það í mjög fáum tilfellum og í flestum tilfellum að ræða einn mótor annarkvort á framan eða aftan eða þá bæði.